Stjarnan og ÍR mættust í háspennuleik í Garðabænum í 10. umferð Ólísdeildarinnar. Stjarnan leiddi í hálfleik en bæði lið áttu möguleika á sigri en jafntefli niðurstaðan. KA mætti til leiks í Kaplakrika gegn FH í 3. sæti deildarinnar. Það var hins vegar FH sem átti leikinn frá upphafi til enda. Garðar Ingi Sindrason fór hamförum og FH vann stór sigur. Það gekk hins vegar betur hjá hinu norðanliðinu Þór. Þeir mættu toppliði Aftureldingar. Eftir mikla dramatík í lokin þá lauk leiknum með jafntefli. Valsmenn eru feikisterkir þessar mundir. HK var engin fyrirstaði í kórnum. Björgvin Páll Gústason lokaði markinu í fyrri hálfleik og það lagði grunninn að sigri Vals. Eyjamenn voru sjálfum sér vestir þegar þeir fengu Íslandsmeistara Fram í heimsókn. Rúnar Kárason reyndi sínum gömlu félögum, erfiður ljár í þúfu, öruggur sigur. Selfyssingar börðust vel, en það dugði skammt gegn sterkuliði Hauka. Aron Rafn Eðvarsson í Haukamarkinu varði vel á mikilvægum augnablikum. Hér sjáum við síðan leikina í tölum. Stórsigur FH-inga, Haukarnir með öflugan sigur, ÍR og Stjarnan gerir jafntefli, stórsigur hjá Val, öruggur Framara og jafntefli í höllinni á Akureyri. Staðan núna Haukarnir, þeir eru tróna á toppnum, 16 stig, Afturelding með 15, Valur 14, KA 12, FH IBVF með 11. Sjáum að ÍR-ingarnir eru konur með 3 stig, 3 jafntefli en þau kannski gefa ekki neitt sérstaklega mikið.